Pétursson í 5. En við byrjum á Ragnari Skúlasyni. Hann staddur hér í fyrstu þraut á dýpstefnum sínum. Gengur vel hjá honum, Ragnari. Hann hefur staðið sig mjög vel í sumar. En hvað gerist hér? Nei, hann ekki að rífa sig þarna upp, bara aðeins 135 stig út úr þessu. Nú bóndinn næstur. Bóndinn þarna kominn á nýjan bíl. Þetta rauði Bronco sem var á Akureyri. Og Rögnvaldur mikill keppnismaður. Jú, hann fer nú lengra en Ragnar. Hann í 150 stig þarna. Vel gert hjá honum. Ára Sigurður Jónsson á fyrirbærinu. Þessi bíll samansettur úr mörgum bílum. Sigurður náði að rífa sig þarna ansi langt en nær aðeins í 175 stig samt. Og Gunni Múr Guðmundsson. Hann nú gamanrættur, hann hlýtur nú að fara lengra. Sjáum hvað Gunni gerir. Hann fer þó aðeins lengra. Hann fekk 170 stig fyrir þessa tilraun. Og Þorsteinn Einarsson með 2-falt nýtrókerfi. Nei, nú hann komið með gömlu vélina Árna Kófs. Alvöru mótor. Keppti hann með hana í þessari keppni? Jú, þarna var hann komið í fulla sjón og við sjáum að það springur hjá hann aftan, hægra afturdekkinu. Hann missi að hann lást stoppar hann. Þannig að segja nú örugglega ná töluvert lengra. Þarna voru vaskimenn sem voru fljótir að hreinsa bílana úr brautunum. Steingrímur Bjarnason, eins og margoft hefur komið fram, að þá var hann Íslandsmeistari frá því í fyrra. Og hann þarf að standa sig. Hann mjög góður ökumaður, sjáum hvað hann gerir hér. Og þarna sést hvað sem hann var Íslandsmeistari í fyrra, hann þarna í 195 stig. Nú Guðni. Guðmundur Sigvaldason. Guðmundur. Hann á geysiöflugum bíl og öflugur ökumaður líka, þannig að hann hlýtur að gera eitthvað mikið þarna. Það eitthvað erfitt með þennan hliðar þarna, hann nær þarna samt í 180 stig. Nú það búin að fá skýringu á þessu vinir Gunna. Þetta eru ferðafélag sem ferðar saman á veturnar sem að kalla sig Vinna Gunna. Og ætla að fara það ekki út á það? Nei. Hann tekur smá hring fyrir okkur. 135 stig. Og næstur Sigurjón Guðmundsson. Hann keppir á Willis árgerð 1976. Við sjá hvað hann gerir í hliðarhaldanum. Hann er ekki á mjög breiðum bíl en við sjá hvernig hann stingur sér þarna inn. Nei, hann fær aðeins 170 stig. Og dómarinn taka glósur. Þá það Sölvi. Þessi bíl, á þessu bíl keppti Stefán og var Íslandsmeistari í hitti fyrra. Og hann fer sömu leið. Og fær aðeins 130 stig. Og þá það Gunnar Pálmi Pétursson. Hann ætti nú að fara alla leið. Hann með geysi öfluga vel og skulum sjá hvað hann gerir. Þetta fjöðrun á þessum bíl. Það eitthvað fúskaðna sem að þekkir hann. Hann bara í 170 stig. Og þá fyrir við í næstum þraut. Lítrósþrautina. Og það Gunnar Guðmundsson. Gunni Múr. Og svo bara að gefa í. Þetta mjög brött brekka og við þurfum að ákveðnir eins og Gunni Tók nú eitthvað að dekkja þarna í upphafi, var ekki? Jú, brautin ekki búinn og þarna kláraði hann. Hann fekk 195 stig, það komið 365 stig. Það var Þorsteinn Einarsson. Virkilega vel smíðaður bíl. Vel með farinn og kraftmikill. Það virðist eitthvað að vera hálf smeykur við þessa vél en það ekki eins smáræðis ofta í þessum bíl. Hann fær 250 stig og það komið 355 stig. Og Steingrímur Bjarnason. Náttaði hann í eitt dekk. Lyftur hún þessu. Hann ætlar ekki að klára. Jú. Steingrímur gefur aldrei neitt eftir. Glæsilega keppt hjá hann. Það er hann í 210 stig og það komið 405 stig. Hann fellt á mörg dekk. Það var Guðmundur Sigvaldason. Hann góður ökumaður. Við sáum hann á Egilsstöðum í S-inu sínu. Þarna hægði hann á mikið. Læra aðeins í 110 stig þarna og þetta komið með 290 stig. Og þá var það Sigurjón.
Hvað gerist? Það rúlar þarna nett á hliðina. Ja, hann fær enga síður 75 stig fyrir þetta og er þá komið 245 stig. Nú Sölvi. Sölvi lítur nú að fara þetta. Nei, þeir eru búin að grafa ákveðið niður þarna í brekkuna. Og þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Hann fer þetta nú leikandi. Enga trú á öðru. Eitthvað þarf nú að sneiða brautina. Og hann krækir sér í 215 stig og þetta var með 385. Og Ragnar Skúla. Sjáu hvað það gerir þetta alveg listilega vel. Það stæðist á þyngsta bílnum en það er enga síður 300 stigum og þá komið 435 og það gerir til fórustu. Rögnvaldur Ragnarsson kemur hér á rauða brúnkonu sem er búinn að mála bláan. Vantar grip. Þá skilur okkur í þriðju braut. Og hér er Steingrímur Bjarnason á ferð. Geysileg orka í þessu bíl og hann fer alla leið. Glæsilega keyrt hjá hann. Það er 300 stig þarna, það er komið 705 stig. Náðu flestir að klára þessa braut. Og hér er Gunnar Pálmi. Hann fer upp í miðja brekkur. Dekkaði 160. Og Ragnar, við skulum sjá hvað Ragnar gerir. Og Ragnar fer þetta. Og hvað nær hann í mörg stig? Hann er að sjálfsögðu 300 stig og það er komið 735 stig. Nú Sigurður Jónsson á fyrirbærinu. Þeysist þarna upp alla brekkur. Það er nú ekki að klára alla leið. Hann fekk aðeins 140 stig fyrir þetta. Ja, og Gunni á hliðina. Gunni Múrinn nú vanur að leggjast á hliðina hann í Jónsdalum. Það er nú frægt þegar hann sagði ekkert að velta hér, bara fara upp. Nú og þá erum við komin í 4. og 5. þraut. Hér eru 2 bílar restur leið. Þetta er Gunni Pálmi sem var að klára og Ragnar Skúlason. Og þá eru restir Rögnvaldur Ragnarsson og Sigurður Jónsson. Og Rögnvaldur festist snemma en Sigurður klárar. Sigurður ætlaði upp. Og Gunni Múr og Þorsteinn. Ég hef enga trú öðru en að þessi fari báður upp. Jú. Takt eftir orkun í þessum bíl, hann hefur ekkert fyrir að snúa dekkjanum. Guðmundur Sigvalda hér nær og Steingrímur Bjarnason fjær. Steingrímur komin upp og þá Guðmundur. Það er svolítið gaman að fylgjast með þeim, keyra svona hlið við hlið. Og þá er það Sölvi og Sigurjón sem var næst í boltinn hérna. Gunnar Það Pálmi er búin að skipta braut. þeysir upp. Og Ragnar, já, ekki í vandræðum með það. Og Sigurður kom í fjær og Rögnvaldur nær. Skulum fylgjast með þeim. Hvað gerir Rögnvaldur? Þarna velti Rögnvaldur í fyrsta skipti á sínu keppnisferli. Og þá er það Þorsteinn fjær og Gunni Múr nær. Ætlar Gunni ekki að hafa það? Æ. Það vantar nú hesluminn í honum. Og þá er það 7. þrautin. Þá er Þorsteinn Einarsson á ferð. Tekur nú eitthvað að dekkjum þarna. En klárar enga síður. Það er 270 stig og það komið 1275 stig. Og Steingrímur Bjarnason. Þeir eigi vandræði með þessi dekk. Þeir flokkaðu niður í brautinni. En markmiðið er að klára brautina. Það fær 260 stig og það komið 1555 stig. Og Guðmundur, hvað gerir Guðmundur? Og Guðmundur Sigvalda, Það drepur hér á bílnum. hann fær enga síður 285 stig því að hann tók lítið að dekkjum. Það var að Gunnar Pálmi Pétursson. Já, Gunnar er ekki í vandræðum með þetta. Er þetta létt? Það er nú samt ekki náðu 240 stig, hann þarf aðeins að vanda sig meira á í dekkin. Já, eitthvað stoppa kannski. Það var það úrslitinn í gödubílaflokknum. Ragnar Skúlason vann þetta glæsilega með 2087 stig, Steingrímur Bjarnason í öðru, Gunnar Pálmi Pétursson í þriðja og Þorsteinn Einarsson í fjórða.